höldum áfram með fund í borgarstjórn og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Því Borgartúni í einu húsi módelsmiður og þar dálítið gaman að skoða því að þar eru módel af Reykjavík frá ýmsum tímum og þar meðal annars módel af Kvosinni, Suðurgötu og Geirsgötu frá, ætli sé ekki árinu 1964, 5 eitthvað svoleiðis og sýnir það svæði eins og það átti að verða samkvæmt aðalskipulaginu sem var samþykkt á þessum tíma, þessu fræga aðalskipulagi sem stundum hefur verið kallað bílaskipulagið mikla því að þar var öll áhersla lögð á greiða umferð bílanna. Nema þar sér maður á þessu módeli að þar átti Suðurgata að koma í gegnum Grjótaþorpið, átti að rífa allt Grjótaþorpið og hún átti að mæta Geirsgötu í mislægum gatnamótum. Þetta eiginlega umferðarskipulag mislægra gatnamóta, sem sagt í stað Grjótaþorps mislæg gatnamót. Síðan átti hraðbrautin að vera eins og við vitum eiginlega svífandi þarna við höfnina og ég held önnur mislæg gatnamót við það sem eru gatnamót Geirsgötu eða Kalkofsvegar og Lækjargötu. Löngu síðar var mikið rætt jafnvel 3 hæða mislæg gatnamót á mótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar og það var meðal annars réttlætt með því að það væri mjög nauðsynlegt að umferð bílana væri hiklaus og viðstöðulaust. Bílarnir ættu að geta keyrt í gegnum borgina sem greiðast og hraðast meðal annars á leið sinni út í gríðarlega miklar landfyllingar sem voru fyrirhugaðir í ánanustum. Þetta rifjar reyndar líka upp að, og það var að því að sum af okkur sem hér erum, eða þau sem eru hér í umhverfis- og samgönguráði og skipulagsráði, fórum í heimsókn, vorum boðin í heimsókn á Bandaríkjastjórn til Seattle og við vitum að þar eru heilmiklar hraðbrautir í gegn og þar var líka á sínum tíma fyrir löngu verið að ræða það að það þyrfti að hafa umferðina þær í gegnum borgina viðstöðulausa með mislægu gatnamótum og til þess að það yrði hægt, að það yrði tryggt, að það yrði hámarksumferð, kæmist þær í gegn viðstöðulaust alltaf, að þá komust menn að því á endanum að það þyrfti að hafa þá hraðbraut 27 akreinar, sem sagt að þyrfti að rífa helminginn að Seattle, eins og var reyndar byrjað á að gera hér í Reykjavík 1962 þegar var byrjað að rífa hús í Grjótaþorpinu til þess að koma allir í þessari bílaumferð fyrir. Og ég nefni þetta að gefnu tilefni að því mér fannst hérna áðan að borgarfulltrúi Júlíus Vífill draga upp sérkennilega mynd af því að mislæg gatnamót væru grænt skref. Ég algjörlega sannfærður að það ekki svo. Þvert á móti mislæg gatnamót að þau rauninni skapa sífellt meiri bílaumferð sem að verður til þess að svifryksmengun í borginni eykst stöðugt og það nákvæmlega það sem að leiði meðal annars til þess eins og við þekkjum eins og borgarfulltrúinn Gísli Marteinn Baldursson gat að það einmitt eitt af helstu umkvörtunarefnum borgarbúa á öllum íbúðafundum, það hinn mikla hraða umferð sem á sér stað hér í borginni. En sem sagt að mín skoðun sú að segja að mislæg gatnamót að í því felist græn skref að það nánast eins og halda því fram að svart sé hvítt. En loftmyndir af höfuðborgarsvæðinu sýna hvernig byggðin liggur út frá Mjóunesi og teygir sig inn til landsins, langt upp á heiðar. Landslagið mótað af ásum og hæðum en inn á milli þar eru dalverpi og lækir og ár sem renna til sjávar úr heiðarvötnum. Ofan við byggðin mosavaxið hraun, kjarr og móar
og sjávar síðan, hún vogskorin eins og við vitum og skartar skerjum, stundum með grasuvöxnum eyjum og svo eru þetta stór glæsileg fjöll í bakhöndina upp til landsins sem að hljóta að gleðja augu íbúa og ferðamanna. Þetta sem sagt sérstakt og einstakt og ótrúlega fallegt umhverfi sem að þessi borg státar af og ég ætla að fara hérna í lok máls míns með vísu sem að Stefán G. orti þegar að hann var boðinn til Íslands 1917. Ég held að hann hafi aldrei komið til Reykjavíkur áður en hann var yfir sér hrifinn af fegurðinni hérna á vorkvöldi í Reykjavík að horfa hér yfir borginu yfir til Esjunnar. Hún kemur á eftir, en þegar að rýnt nánar í svona myndir, svona loftmyndir af þessu landsvæði, þá vekur það líka athygli hvað byggðin eins og það nú þversagnakennt, hvað hún hefur skapað mikla auðn. Það hljómar eins og þversögn eins og við segi, en sjón söguríkari. Höfuðborgarbyggðin hefur lagt landið undir sig með því að mynda sífellt nýjar eyjar með breiðu belti af óbyggðu og að þér virðist algjörlega ónýttu landi allt í kring. Grafarholt og Norðlingaholt í Reykjavík eru skipulega þannig, Kórahverfi og hverfin í Kópavogi, Vallarhverfi og Ásahverfi í Hafnarfirði. Sama má segja eldri hverfi í Reykjavík sem ég þarf ekki að nefna. Og þegar myndir frá 5. og 7. áratugnum eru skoðaðar þá sést hvernig Langholtshverfi og Vogarnir byggðust langt frá meginbyggðinni eins og eyjar út í auðninni og þessi byggðastefna auðnarinnar sem hefur skapað svona mikla sundurslitna byggð, hún á sig sem sagt nokkuð langa sögu, byrja sennilega með fljótlega upp á stríði. Þessi sundurslitna byggð hún skapar fjarlægðir milli staða, eykur fjarlægðirnar, kallar á fyrirferðarmikið kerfi tengibrauta, stoppbrauta og mislægra gatnamóta, þannig hefur það verið. Krafan frítt og hratt flæði umferðarinnar milli hverfanna verður verkfræðilegt og pólitískt forgangsmál, en slíkt flæði bílana ýtir byggðinni frá brautunum og stækkar þannig svokölluð veghelgunarsvæði sem eitt helsta einkenni Reykjavíkur úr lofti, eitt af sem hvað mest áberandi. Dæmi svæði helgað vegum Síberíuauðnin sem sitt hvoru megin við Fífuhvammsveg í Kópavogi, þar sem að sá vegur liggur í gegnum Lindahverfið og önnur gamalþekkt veghelgunarsvæði í Ofurstærð í Reykjavík þá má sjá í kringum Miklubraut, Kringlumýrarbraut og Háaleitisbraut. Ríkjandi eða sú stefna sem hefur ríkt mjög lengi hefur leitt til þess að helmingur hins byggða höfuðborgarlands lagður undir samgöngumannvirki og veghelgunarsvæði. Ég nefni þetta vegna þess að ég sammála því sem kom hérna fram að það aðalskipulag sem við erum núna að vinna á og það sést mjög vel á þessum kafla grænu borgina að hún markar tímamót. Ég ekki að halda því fram að þau tímamót hafi byrjað akkúrat núna fyrir 1 eða 2 árum, ég held að það séu nokkur ár síðan að þau tímamót byrjuðu með grænum skrefum sem voru til að mynda tekin á síðasta kjörtímabili. En þetta snýst það í rauninni að breyta gráru borg í græna borg og því að það þannig að þrátt fyrir að Reykjavík með allt sitt heita vatn hafi ótrúlegt forskot miðað við flestar borgir Evrópu til þess að vera ein grænasta borg álfunnar, að þá náðum samt ekki fyrir 2 eða 3 árum að vera valin ein af grænu borgum Evrópu. Og það var meðal annars vegna þess að hún svo grá, það svo gríðarlega mikið af yfirborði borgarinnar sem hulið malbyggi. Það var ein ástæðan ef maður rétt fyrir því að þrátt fyrir okkar stórkostlega forskot þá náðum við ekki að teljast ein af grænustu borgunum. Ástæðan meðal annars sú að akandi vegfarendur að þeir gera engar kröfur til umhverfisins og það vitum við öll sem höfum stigið upp í bíl, aðrar en það að koma sem hraðast frá A til B, allt annað aukaatriði. Gangandi vegfarendur gera miklu meiri kröfur til umhverfisins, þeir þurfa skjól, öryggi
og þeir kalla líka á fallegt umhverfi, sama má segja hjólandi. Ég tel að markmið skipulagsins, aðalskipulagsins eins og það skilgreint í þeim drögum sem að nú liggja fyrir, séu í þeim felist ekki bara markmið, heldur eru þarna líka í rauninni tæki, má segja, til þess að breyta Reykjavík í miklu grænni borg en hún og í rauninni í þá grænu borg sem hún átti að vera og á að vera. Það hafa verið nefndar hérna tölur það hvað markmiðið að ná fram í breyttum ferðamátum og það ekki meiri róttækni en svo að það gert ráð fyrir því að þeim sem að fara einir akandi á sínum einkabílum að þeim fækki úr 75% niður í 58%. Þannig að þó að þessi metnaðarfullu markmið sem að þarna eru sett fram náist, að þá verður Reykjavík eftir sem áður borg þar sem að mjög margir verða á bílum. En Reykjavík verður borg þar sem að aðrir valkostir en einkabílinn verða raunverulegir valkostir. Og það sem mér finnst líka fagnaðarefni í þessum kafla það að þarna ekki bara almenn orð og fyrirheit, því að góð meining gerir enga stoð nema henni sé fylgt eftir með markvissum áætlunum. Þarna eru meðal annars settir fram gátlistar til dæmis visthæfi byggðar. Þarna sett fram gátlistar til dæmis þéttleika byggðarinnar. Hún á að lágmarki að vera 20 til 30 íbúðir á hektara. Æskilegt væri að hafa hana 30 til 40 íbúðir á hektara og gott ef hún væri meir en 40 íbúðir á hektara. Og ein ástæðan fyrir þessu einfaldlega sú að áratuga reynsla frá öðrum borgum sýna það að til að mynda hlutir eins og almenningssamgöngur eru nánast ómögulegir nema þéttleiki borganna sé með vissum hættu og hann sé helst 40 íbúðir á hektar og meira. Það bara reynsla kynslóðanna. Það ekki einhver heilaspunni. Þarna líka kveðið á hæðir húsa, þarna eru settir fram mælikvarðar göngufjarlægðir í alls kyns þjónustu, matvöruverslanir, leikskóla, leiksvæði, félagsmiðstöðvar, apótek, veitingastaðir og þess vegna áfengisverslun. Þarna skilgreint nákvæmlega, þarna gat eða borgargöturnar skilgreindar sem borgarrými, ekki bara einhvers konar maskínur eða færiband fyrir bíla, heldur borgarrými þar sem að eru gangandi og hjólandi og akandi vegfarendur allir í einu sameiginlegu rými. Þarna gert grein fyrir útivistarsvæðum, nálægð við útivistarsvæðum, þarna gert grein fyrir staðaranda og þarna líka gert grein fyrir borgarbúskap og möguleikum sem að þar fyrir hendi. En við tökum okkur aftur út fyrir svæðið og horfum yfir eins og ég gerði hérna í byrjun þegar ég var að reyna að lýsa þessu mjóa nesi og byggðinni sem að teygir sig upp til landsins. Þá sjáum við fyrir ofan byggðina það sem við kallum grænan trefil sem eru stórkostleg útivistarsvæði og nauðsynlegt að ganga ekki á að óþörfu og við ströndina, þessa vogskornu strönd svo aftur það sem hefur kallað bláþráður, ótrúlega flott strönd, eiginlega alla leið þar sem að borgarbúar og gestir geta farið hlaupandi, gangandi og hjólandi. Langar leiðir en verða því miður þegar þeir koma hérna að landamærum Reykjavíkur og Seltjarnarness, norðanmegin að þá verða þeir að fara aftur inn á bílagöturnar því að þar eru einkalóðir sem að ná fram í sjó sem að mér finnst ótækt og mér finnst að það eigi að vera eins og allstaðar, almenningur eigi að hafa greiða leið meðfram sjónum allstaðar. Sem sé, ég tel að græni kaflinn í þessum drögum auðvitað ekki alfarið hafinn yfir gagnrýni, en ég tel að hann sé svo sannarlega mikilvægt grænt skref í aðalskipulagi sem að mjög grænt og umhverfisvænt aðalskipulag. En vísan svona eftir Stefán G. sem hann orti hérna 1917, vorkvöld í Reykjavík,
falla hlés í faðminn út, firðir nesja grænir, þegar Esjan ofan lút að lesa bænir. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum nú aðalskipulag Reykjavíkur, Græna borgin, og mig langar nú svona kannski þakka bara fyrir prýðisgóðar umræður og athyglisverðar. Eins og komið hefur fram í máli margra, þá eitt aðal umkvörtunarefni íbúa í borginni óþægindi vegna bílaumferðar og krafa bættari almenningssamgöngur. Og þetta til dæmis eitt helsta stefið í nýafstöðnum íbúafundum, spurningar almenningssamgangnakerfið og umkvartanir yfir bílaumferð. Og ég fer mikið mér finnst gaman að fara á vef Ljósmyndasafns Reykjavíkur og skoða myndir frá gömlu Reykjavík. Það mjög athyglisvert að skoða myndir af bæjarlífinu fyrir stríð og sjá þessa margbreytilegu samgöngumáta sem að hér voru. Maður sér til dæmis á gömlum myndum að Reykjavík var töluvert mikil hjólreiðaborg. Það eru margir á reiðhjólum og það er að leita meira að segja á ljósmyndavefnum eftir efnisorðum og ef maður setur þessi reiðhjól þá kemur það manni gríðarlega á óvart hversu margir nota reiðhjól og ekki bara venjuleg reiðhjól, heldur líka sendlar, svona reiðhjól sem að ég hef aldrei séð á minni ævi nema í útlöndum, Danmörku, svona það sem heitir kallað svona Kristjaníuhjól, sem þetta að setja alls konar varning í einhvern hólk eða jafnvel draga á eftir sér einhvern kassa. Og svo riðu menn á hestum og hestvögnum jafnvel og svo náttúrulega gekk fólk gekk alveg gríðarlega mikið og mikið af gangandi fólki og allir virtust bara frekar glaðir svona af myndunum að dæma. En síðan með vaxandi bílaeign og maður bara ber saman með bílaeigninni með innreið einkabílsins svona upp úr stríði, seinna stríði, að þá sér maður svo greinilega hvernig svæðinu hefur verið skipt, það er að segja almenningsrými hefur verið hernumið af bílnum og oft ekki í neinu samræmi við það rými sem bílinn þarf, heldur oft verið að hugsa fram í tímann að svona hvað verði þurfi mikið rými í framtíðinni, að því að verði svo ofboðslega mikið af bílum í framtíðinni. Þannig að götur eru formaðar þannig og það bara mjög sorglegt að götur í Reykjavík sem áður voru bara fyrir blandaða umferð, þeim var skipt í akbraut og síðan gangstétt með undantekningum þó og gangstéttir enda til þess mjög gjarnan bara
sem vegir gera aldrei, enda yrði kvartað mikið yfir því ef vegur myndi bara enda allt í einhvers staðar og menn þyrfti að bakka bara tilbaka eða keyra utan vega og mér reknar svona til og maður hefur séð það til dæmis á mjög áhrifaríkri mynd sem að ég held að borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson hafi látið gera af götu fullri af bílum og síðan með engum bílum að þá var svo sláandi að sjá plássið sem að bílnum er ætlað. Og ég hef nú stundum tekið götuna sem að ég bý við sem dæmi. Hún var lítil gata hér í Reykjavík og síðan fyrir ári síðan það var haldin svona vetrarhátíð í götunni að frumkvæði íbúa og fólk beðið að parkera bílunum sínum einhvers staðar utan götu því að þetta vera svona götuhátíð og það var sláandi þegar ég leit út gluggann á bíllausa götuna mína. Það áttaði ég mig á því að þetta voru rauninni 4 akreinar. Það hefðu 4 bílar getað verið hlið við hlið á götunni á meðan að sko, gangstéttirnar eru kannski 2 metrar. Og þvílíkur hefur yfirgangur bílsins verið að hann nýtur svona sérréttinda og til dæmis umfram gangandi umferð að þú mátt ekki labba út á götu lengi, ekki þannig að það hindri umferð og þú mátt ekki parkera hjólinu þínu á götu eða skilja eftir barnavagn eða eitthvað dót út á götu. Þú mátt ekki ef þú ert að flytja, þú mátt ekki bara koma með gám og setja hann út á götu. Það gengur ekki, það allt vitlaust. En þú mátt setja hann alveg upp á gangstétt. Það ekkert mál. Og því að fólk sem að labba á gangstéttin, það labba bara fram hjá gámnum út á götu. Og það ekkert tiltökumál og tæknilega séð þarf ekki einu sinni að fá leyfi fyrir þessu. Þú getur bara hringt í einhvern mann í Hafnarfirði og hann bara kemur og plompar niður gám með einhverju gangstétt og síðan sko vægi bílsins, þú getur náttúrulega skilið bílinn þinn eftir upp á gangstétt og það bara ákveðin hefð fyrir því eða leggja honum á staði sem ekki ætlaðir til þess að leggja bílum eins og á svokölluðum grænum svæðum eða umferðareyjum eða svæðum sem eru ætluð til útivistar eða útiveru. Og það sem að fólk hefur verið að kvarta yfir varðandi einkabílinn aðallega slysahætta. Fólk í borginni hrætt við bíla vegna þess aðallega hrætt börnin sín vegna þess að ökumenn leyfa sér að keyra hratt og jafnvel miklu hraðar heldur en leyfilegt að keyra. Það líka kvartað yfir mengun. Það kvartað yfir svifryki og sem að kemur aðalega til vegna nagladekkja notkunar sem nagladekkin spæna upp malbikið og valda svifryki. Víða í borginni kvartað yfir hávaða frá bílaumferð og við og ég hef svo sem alveg tjáð mig það margoft áður, það mín skoðun að við séum fyrir löngu síðan komin út í algjört óefni með vægi og hlutfall einkabílsins í borgin okkar og hvernig við erum
búin að skipuleggja borgina út frá þörfum bílnotandans og bílsins líka. Það jú þannig, og ég held að fólk sé meira og meira að átta sig á því að einkabíll lúxus og að eiga sko, einkabíll svolítið eins og spariskór. Maður á eitt, sumir eiga fleiri, eða minnstakosti eina góða spariskó sem að maður fer í svona spari. Spariskór eru yfirleitt miklu dýrari heldur en venjulegi skór og þess vegna spara maður þá og notar þá á tyllidögum og við sérstök tilefni. Og svo á maður aðra skó sem eru betri til göngu og svona góða, eins og við köllum góða götuskó. Og það má bera saman einkabílinn og almenningssamgöngurnar við spariskó og gönguskó. Og flestum finnst bara eðlilegt að eiga góða gönguskó sem að gott að labba í göturnar frekar en að vera að spæna upp dýru fínu spariskónum sínum. Tala nú ekki á veturna þegar við erum búin að stríðsalta hér allar götur og það náttúrulega skemmir skó og þá gott að eiga ódýrari skó og svo líka gott að því að maður vill svona halda sér í formi og að eiga góða strigaskó og sem að væri þá eins og reiðhjól. Og ég held að við hljótum að færast bæði meðvitað og ómeðvitað og tilbeygð í áttina til fjölbreyttari samgönguhefða eða svona meira jafnvægis í samgöngumenningunni þar sem að einkabíllinn mun svona vægi hans mun minnka og auðvitað þarf byggðin og hvernig við skipuleggjum borgin okkar að taka mið af því. Einhvers staðar, ég get ómögulega munað hvar það var, en það var í einhverju blaði sem að ég fann í járnbrautarlest eða í flugvél og var að lesa athyglisverða grein um bílaframleiðslu og eitt sem að hluti af bílaframleiðslu að hún fer meira og minna fram í Kína. Bílarnir okkar eru flestir framleiddir í Kína og Kína framleiðir sko jafnmikið af bílum og Bandaríkin og Japan til samans. Það langmesta bílaframleiðslan þar og þar vinnur fólk á töluvert lágum launum við að búa til bíla fyrir restina af heiminum og á meðan fjölgar mannkyni gríðarlega og svo hafa verið líka svona, hvað maður að segja, vaxandi krafa aukin mannréttindi í Kína og í rauninni spurning hvað kínverskt verkafólk lengi ennþá til í að vinna fyrir svona lág laun og þegar það fer að biðja að fá hærri laun verðum við þá tilbúin að borga þau laun í formi dýrari bíla. Þannig að ég algjörlega fullviss það að það mun sjálfkrafa draga úr bílanotkun og hlutur almenningssamgangna, það bara í hlutarins eðli, almenningssamgöngur verða miklu ríkari hluti af samgöngumenningunni hér í borginni, hvort sem okkur finnst það
finnst það rétt eða rangt, þá bara verður það þannig, vegna þess að bíll bara lúxus og hann verður bara meiri og meiri lúxus, einkabíll. Og fyrir lítið samfélag eins og Ísland eða fyrir Reykjavík, þá þetta bara gríðarlega óhagkvæmt og miklir peningar sem sparast. Annað sem spilar líka stóran sess í þessu, það er náttúrulega olíuverð þannig að og svona þessi fjölbreyttari samgöngumunstur eru að ryðja sig til rúms en það hefur líka, þetta líka barátta við ákveðið viðhorf. Bíllinn táknar fyrir marga einhvers konar hann einhvers konar frelsistákn, hann tákn velgengni og sjálfstæði. Ég fer bara á mínum bíl og ekki öðrum háður og almenningssamgöngur hafa mjög gjarnan verið svolítið ranghugmyndir þær, verið álitin einhvers svona niðurlægjandi eða bera vott einhvern svona að maður sé lúði ef maður tekur strætó. Maður sé svona svolítið lúðalegur og margir muna eftir auglýsingum sem og ekkert svo langt síðan voru sýndar í sjónvarpinu að það var svona lúpulegur, skömmustulegur maður í strætóskýli og svo kom strætó og hann gekk inn í vagninn eins og hann var að ganga inn á húð og kyn og það kom fyrirsögnin eitthvað keyrðir þú undir áhrifum áfengis, sem sagt að maðurinn hafði misst prófið og skömm hans var mikil og öllum sýnileg þar sem hann sat í strætó og maður vissi það og flestir þeir sem sátu í strætó voru alkóhólistar og örugglega meirihluti af alkóhólistar eða fólk sem ekki hafði efni á að kaupa sér bíl. Þetta skringilega viðhorf, nú náðum við því ánægjulega takmarki núna á dögunum að 1.000.000 farþegar ferðuðust með strætisvögnum í einum mánuði og þetta gríðarlega jákvætt og aukningin var svo mikil og það var einhver talsmaður frá strætó sem sagði að það hefði verið svo mikil ásókn í strætó að þeir hefðu stundum neyðst til þess að skilja farþega eftir. Það varð fyrirsögnin í fréttinni, sem sagt farþegar skildir eftir og eins og sko það var ekki öllum ljóst hvað þetta er ánægjulegt og það er alvanalegt við hér sem erum svona heimsborgarar og höfum ferðast heiminn og skoða stórborgir heimsins, við vitum það er alvanalegt að stundum bara fyllist vagnin og maður þarf bara að bíða til næsta vagni og það er bara mjög eðlilegt og maður skoðar sig þá bara á meðan. Og þetta er þverpólitískt kappsmál okkar allra að bæta almenningssamgöngur og gera þær hipp og kúl og enn leið þetta með þéttingu byggðar sem er náttúrulega mjög veigamikill hluti af þessu púsluspili. Það er að segja að stytta leiðir á milli A og B. Þannig að maður sé ekki til neyddur til þess að eiga bíl eða hafa aðgang að bíl og þá er ég alls ekkert að segja að fólk eigi ekki nota bíla þvert á móti því að bílar eru töff og bílar eru góðir og bílar eru fallegir eins og spariskór en maður á að nota þá í því samhengi. Annað sem að mig langar til þess að ræða og þreytist ekkert á að ræða og það er trjágróður í borginni. Og þetta er einn af þessum skrýtnum mýtum sem að hefur loðað hér við
viðhorf hér á landi að hér vaxi aldrei neitt. Og þetta eina af þessum skrýtnu mýtum sem einhvern veginn innprentuð í marga, maður einhvern veginn fær þetta með blóðinu, einhverja svona, og þetta algjör vitleysa vegna þess að það vex allt mögulegt hér. En þetta svona mýta, þetta svona eins og mýtan það að við höfum fundið upp kleinuna sem bara vitleysa og en það var einhver sem hélt þessu fram einhvern tímann og öllum hefur allir einhvern veginn trúað þessu bara og maður hefur fengið þetta bara með móðumjólkinni eða einhver tilbúinni mjólk eða einhver annarri mjólk. En það sem að sko ég held að, og það alveg ljóst að við gætum gjörbreytt borginni, viðmóti hennar, útliti og veðurfari með úthugsaðri gróðursetningu á trjátegundum, á trjám og gróðri. Og það hefur sýnt sig að gróður hefur áhrif á veðurfar í Reykjavík og hefur haft það, vaxandi gróður. Og mér finnst það mjög mikilvægt að borgaryfirvöld leggi línur, komi með hugmyndir og leiðbeini fólki í gróðursetningu og beiti sér fyrir gróðursetningu. Ég þetta með skil bara ekki alveg af hverju ekkert tré í Viðey en það er svona annars vegar einhvern veginn viðhorfið að það eigi ekki við vegna þess að Viðey sé slík náttúruperla og heimsmælikvarða að það myndi eyðileggja náttúruna með því að planta tréðar og mér verður oft hugsað til þess þegar maður sér til dæmis bara að maður er á ferð í Noregi til dæmis og maður sér þar eyjar sem eru skógi vaxnar niður að sjó og það sagði einhvers staðar í gamalli bók að Ísland hafi verið skógi vaxið niður að sjó í einu sinni en þessu hefur verið haldið fram að hér vaxi engin tré og það er ótrúlegt hvað sú mýta er lífseig eins og kleinan maður tekur til dæmis eftir því í gömlum hverfum í Reykjavík hvernig trjám hefur verið plantað og þetta er til dæmis mjög skýrt í Vesturbænum hvernig trjám hefur verið plantað mót suðri yfirleitt sunnan megin við hús þar sem sólar nýtur vegna þess að það var búið að segja að þetta þýddi líklega ekki þeir sem voru fyrstir til að planta einhverjum trjám hér flest þau tré sem elstu tré í Reykjavík og var plantað af einhverjum útlendingum sem að vissu ekki að hér yxi ekki neitt og plöntuðu eða fólk sem hafði búið erlendis og kom með lítið tré með sér. En maður tekur eftir þessu að trjám hefur verið plantað til suðurs og það eru ríkjandi kannski reynir, ilmreynir og oft mjög nálægt steinveggjum eða svona veggjum í kringum garða og gjarnan tekur maður eftir því að trén eru orðin svo stór að þau eru komin alveg upp að veggnum og hafa jafnvel brotið veggi í miklu vindgangi, sprungur í veggi þar sem að tré hafa verið. Og það hefur líklega verið vegna þess að það gerði engin ráð fyrir þessi tré yrðu nokkuð tíma neitt stór. En norðan megin við hús er oft minna tré.
og þetta hefur valdið því að til dæmis á sumrin þá sést stundum varla í hús fyrir þéttum trjágróðri sem að hylur húsin og síðan hefur fólk líka þar sem að til dæmis hefur verið plantað grenitrjám að þar hefur fólk þurft að fara í mjög stórtækar aðgerðir við að fella tré sem að eru algjörlega sambærileg á við grenitré í einhverjum kanadískum skógum fleiri tugir metrar á hæð og jafnvel að taka yfir heilu garðana og varpa skugga á svæði sem það aukt að varpa á og þess vegna tel ég mjög mikilvægt að við sko bæði og síðan náttúrulega kemur sko fyrir svona 40 árum síðan að þá byrjar öspin að ryðja sig til rúms og hún kemur hérna með svona á svipuðum forsendum að hér vaxi ekki neitt en þarna erum við með tré sem er búið að þolprófa við hörðustu aðstæður í Alaska og það vex þar þannig að það hlýtur að geta vaxið hér, hugsanlega. Þannig að öspinni er komið fyrir og með nákvæmlega sömu afleiðingum. Það er að segja að henni er plantað allt of nálægt húsum á stöðum þar sem hún á ekki við og síðan einn daginn vaknar fólk bara upp við það á 4. hæð að það sér ekki út gluggann vegna þess að öspin er bara vaxin fyrir gluggann hjá því. Þannig að mig langar mjög mikið til þess að við gætum svona haft einhverja svona, gæti verið hugarfarsbreyting gagnvart trjágróðri og fjölbreytni í trjágróðri og það hefur sýnt sig að fólk kannski gróðursetti tré í meira mæli norðan og austan megin í görðunum sínum heldur en sunnan megin og skapaði þar með skjól, ekki bara fyrir sig heldur fyrir allt umhverfið og síðan að setja niður ólíkar tegundir af plöntum eins og ég hef nú talað áður eins og berjarunna og ávaxtatré og annað slíkt og það er bara orðið þannig að þessar jurtir bara vaxa alveg með ágætum í flestum tilfellum hér og ég myndi vilja fara í svona skógrækt til dæmis á Geldinganesi og Viðey og Engey og meðfram sjávarsíðunni og þar tel ég til dæmis aspir til dæmis alveg bráðsniðug tré þannig að mér langaði nú svona að impra á þessu annars þakka ég nú bara fyrir góðar umræður og áhugaverðar og hlakka til að heyra meira. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er Davíð B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil enn og eftir þakka fyrir mjög innhaldsrík og góða umræðu aðalskipulag hér í sal borgarstjórnar sem hluta af aðdraganda þess að við förum að búa tillöguna undir auglýsingu á næstu vikum. Vil ég leyfa mér að vona. Hér undir 3 í raun mjög mikilvægir kaflar í aðalskipulaginu, ekki það, þeir eru allir mikilvægir en hér eru kannski óvenju mikil nýmæli að minnsta kosti að mínu mati. Í fyrsta lagi vil ég fagna alveg sérstaklega umfjöllun opin svæði og taka undir með formanni umhverfis- og skipulagsráðs
sem hefur leitt aðalskipulagsvinnuna á þessu kjörtímabili. Ég held að það sé mjög mikilvægt gagnvart þeim áhyggjum sem maður heyrir oft að þétting byggðar muni ganga á opin svæði að undirstrika það. Að það er þvert á móti staðinn sérstakur vörður með opin svæði í þessu aðalskipulagi og þétting byggðar gengur ekki á þau. Og þegar ég segi þvert á móti þá er ég að vísa til þess að hér birtist skýrari sýn en maður hefur áður séð, skýrari sýn á útivistarsvæðin sem í öllum sínum mismunandi myndum, ef svo má segja. Hver þeirra hafa sín sérkenni og það er verið að leggja af stað í að skilgreina landnotkun opinna svæða utan þéttbýlis meira, verið að opna á í raun matjurtarækt innan borgarlandsins, en líka verið að draga fram karakter hvers svæðis sig, hver þeirra eru sérstök og almenn og fyrir alla borgarbúa og hver þeirra tengjast heimahverfum kannski með beinni hætti og getur talist nokkurs konar hverfisgarðar. Íþróttasvæðin eru líka hér með og golfvellir sem út af fyrir sig eru íþróttasvæði þó að þeir hafi auðvitað sín sérkenni. Og við erum strax komin af stað í að fylgja í raun þeirri stefnumótun sem hér birtist eftir með því að setja af stað vinnu við að dýpka sýnin á Elliðaárdalinn sem borgargarð, afmarka hann nánar, huga að frekari friðun með hverfisvernd í gegnum deiliskipulag og svo framvegis, og það er auðheyrt á viðbrögðum við þeirri hugmynd að þessu tekið mjög fagnandi af fólkinu í borginni sem þykir vænt útivistarsvæðin sín, þekkir þau mörg af margra ára nautn og notkun og vill eiga hlut í því að gera vel við þau og vernda þau til framtíðar. Ekki eins og eitthvað í formalínu heldur sem yndisreiti í borgarlandinu sem að eiga að vera til staðar fyrir börnin okkar. Það eru ekki minni tíðindi í þeim kafla sem lýtur að hverfisskipulagi og ég held að þessi hluti aðalskipulagsins feli raun í sér gríðarleg sóknarfæri þó hún láti kannski á þessu stigi býsna lítið yfir sér. Þarna er verið að nota rammahluta aðalskipulagsins á mjög sveigjanlegan eða dýnamískan hátt og laða og efna til samtals við íbúa hverfanna þeirra heimasvæði, þeirra hverfi á nýjan hátt sem er kannski á einhvern hátt í meira samhengi við hið daglega líf heldur en svæðisskipulagið eða aðalskipulagið í heild sem eðli málsins samkvæmt er að vega og taka inn mjög marga hluti sem að fólk hefur kannski ekki leitt hugann að en við vitum öll af hverfafundum og samtölum við borgarbúa að það er heimakverfið þar sem eldurinn brennur heitast og ég hlakka þess vegna mjög til að fylgjast með og fá að taka þátt í vinnunni við hverfaskipulagið og sjá það þróast næsta árið eða svo því að hverfaskipulagið á að gefa lengri tíma heldur en samþykktarferli aðalskipulags, eðli málsins samkvæmt. Það er í raun þessi svona dýpri fókus sem við gefum hverjum sig þegar að aðalskipulagi liggur fyrir og þannig á það að vera. Það kemur í hlut einstakra hverfa að skilgreina betur hvernig er hægt að standa vörð gæði byggðar, aukana, standa vörð lífsgæðin, auka þau, velta upp hvar megi gera betur varðandi samgöngur og samgöngukerfi, hvar megi njóta náttúrunnar og nýta hana, hvar eru kennileiti, bæði byggingar í vistkerfi og minjum og þar fram eftir götunum.
allt sem að skiptir máli fyrir gott líf í góðu hverfi. Og það hefur stundum verið rætt hér í borgarstjórn hverfa þjónustuna, hverfa lýðræðið og þessa þætti, og ég held að við höfum að nota tækifærið og ræða þau mál mjög hispurslaust og opinskátt út frá þeim kostum sem hafa verið í stöðunni þar í þessu samtali hvernig framtíðarhverfið í Reykjavík eigi að vera. Því að þá erum við ekki bara að bjóða upp á samtal kort eða gönguleiðir og manngerð umhverfi, heldur líka fundarstaðina, hvernig við tölum saman, hvernig við tökum ákvarðanir og hvernig við ætlum að auka samstöðuna í hverfunum. Því að tengslin fólks í milli, félagsauðurinn, skiptir alveg geysilega miklu máli upp á vellíðan fólks, hamingju og lífsgæði. Þriðji stóri kaflinn sem við erum að ræða hér eru samgöngumálin, sem eru þetta samtvinnuð kaflanum sem við erum búin að ræða þróun byggðarinnar, hvar íbúðirnar og hvar atvinnusvæðin eiga að vera. Og ég held að við getum öll verið sammála það að ásamt svona hinu stóra markmiði að þróa borgina inn á við, að þá eru markmiðin í samgöngumálum kannski þau sem að hvað mestum tíðindum sæta. En það væri kannski ekki mörgum orðum í það eyðandi ef að þessum kafla fylgdi ekki sú útfærða stefnumörkun á öllum lykilsviðum samgangna sem þarf að vera fyrir hendi til þess að þessi metnaðarfullu markmið náist. Og þar er ég að tala sýnina á almenningssamgöngur, skilgreiningu lykilaðgerða og ákvarðana þar. Ég er að tala hjólastíganetið og á báðum þessum sviðum erum við að því leyti á tímamótum að það hefur tekist, ef maður les saman drögin að aðalskipulaginu og nýja samgönguáætlun til ríkisins til 2022, að þá má greina kannski í fyrsta skipti samhljóm og athygli á almenningssamgöngur og hjólreiðar sem sameiginlegt markmið og viðfangsefni ríkis og Reykjavíkurborgar. Og það birtist í því að nú erum við inn í öðru ári af tilraunaverkefni eflingu almenningssamgangna og erum á fleygiferð að byggja brú yfir Elliðaárósa, sem fyrsta brúarsmíðin sem sérstaklega ráðist í fyrir hjólandi og gangandi í borginni. Sú brú verður á vissan hátt tákn nýja tíma að þessu leyti, en stígarnir alla Reykjavík, stoppstígarnir sem við förum í með ríkinu, eiga að vera þeir sem að flytja flesta milli staða til og frá vinnu á hjóli. Og eins og sjá má af kortinu sem fylgir drögum að aðalskipulagi, erum við líka að ræða við Kópavog mögulega þverun Fossvogsins fyrir hjólandi og gangandi. Og þær hugmyndir verða væntanlega kynntar á næstunni. Það eru raunar glettilega margir sem fara borgina gangandi og það má ekki gleyma þeim í áherslunni á almenningssamgöngur og hjólreiðar. Og það eru einmitt hinar auknu hjólreiðar sem að kalla á kannski enn meiri athygli á þarfir gangandi sem eru töluvert fleiri heldur en hjólandi og þeir sem nota strætó samanlagt. Að vísu kannski ekki alveg sanngjarn samanburður því að margir eru auðvitað að fara gangandi stuttar vegalengdir, en út á það gengur einmitt skipulagið að reyna að stytta vegalengdir fólks þannig að hægt sé að fara fleiri ferðir gangandi eða með öðrum hætti en í bíl. Bíllinn þó og verður með við þessa stefnumörkun aðal samgöngumáti Reykvíkinga áfram, þó hlutdeild hans eigi að minnka svolítið.
og aðalskipulagið og áformin taka mið af því. En það má eiginlega segja að það sé kominn nýr þráður inn í þá mynd, þar að segja að við erum farin að huga meira því hvernig við ætlum að lifa í sátt við bílinn og í sátt við bílaborgina. Hér þess vegna sérstök umfjöllun endurhönnun gatna og götuna sem borgarrými, hljóðvistina sem óumflýjanlegt viðfangsefni við umferðaræðar og loftgæðin sem eru ekki minna heilbrigðismál. Þannig að markmiðin og leiðirnar eru skýr og ég heyri ekki betur en að þau sé býsna góð samstaða, leiðirnar líka. En í þessu felast líka áskoranir og við þurfum að vita af því. En við eigum öll mjög mikilla sameiginlegra hagsmuna að gæta í því að þróun umferðar verði til góðs, að hún aukist ekki, helst ekki og allavega sem minnst. Og til þess að stuðla því að svo verði eigum að nota þau stýritæki sem að aðrar borgir hafa kannski fyrir margt löngu þróað á undan okkur og við getum lært mjög mikið af. Í því efni þurfum við ekki síst að horfa á bílastæðastefnuna sem sérstakt fylgiskjal við samgöngustefnuna og setja líka stefnu á það að vinna með stærri vinnustöðum, að svokallaðri fleytitíð og öðrum aðgerðum sem að skipta máli til að draga úr álagi á afmörkuðum tímum í umferðarkerfinu. Aðeins til þess að víkja að umræðinu hér fyrr í dag að þá vék borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson nokkuð að Hólmsheiðinni og niðurstöðum flugvallarskýrslunnar frá 2007. En það ár lá fyrir skýrsla innanríkisráðuneytis og Reykjavíkurborgar á mögulegum flugvallarstæðum í kringum borgina og var það sameiginleg niðurstaða ríkis og borgar að halda áfram athugunum á þeim flugvallarstæðum sem þar komu best út og nú stigið það eðlilegt skref eða það í drögunum að taka frá land á meðan að þeim athugunum verður haldið áfram þar til að komist hefur verið að niðurstöðu það hvort að ný flugvallarstæði séu raunhæf og mér fannst borgarfulltrúum býsna dramatískur yfir þessu. Ég ekki viss við þurfum að vera svona dramatísk. Ég held að það sé bara eitt af því sem að öll ábyrg borgaryfirvöld myndu gera á grundvelli þessara niðurstöðu 2007 að huga þessum málum og gera það af fullri ábyrgð. Við verðum að hlusta á áhyggjur þeirra sem að segja að það mjög erfitt fyrir innanlandsflugið ef það að fara til Keflavíkur og fullkanna þá kosti sem við eigum þá nær hér í borgarlandinu. Reyndar þetta land á mörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar og vanda það vel, bæði þær athuganir sem lúta að vatnsvernd, þær athuganir sem lúta að hljóðvist og öðru, en veðrið hefur verið lykilþáttur og var talað um það 2007 að þyrfti að minnst 3 til 5 ár af gögnum til þess að fara yfir þetta og eftir því sem að gögnin safnast upp að þá verður myndin skýrari og það sjálfsagt í kjölfar þess að aðalskipulagið verður kynnt að fara að draga þessi gögn saman en þá rétt að undirstrika að í raun hér aðeins verið að segja að ekki verði byggð háspennumöstur eða önnur mannvirki á þessu svæði og meðan ekki liggur fyrir hvort að þetta sé raunhæft flugvallarstæði en í raun ákvarðanir það að láta bíða heildarendurskoðun svæðisskipulags sem auðvitað nokkur ár fram í tímann. Þannig að því sé nú bara til haga haldið að þarna einungis hugmyndin að taka frá land ef þetta reynist raunhæft
og enginn búinn að fella dóm á þessu stigi það þó að þetta hafi árið 2007 verið talið líta nokkuð prýðilega út og sú staða enn uppi. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla ekki að tala mikið aðalskipulagið. Ég er búin að tala aðalskipulagið núna í þrjá fundi í röð og sagt ýmislegt og haft ýmsar skoðanir á því. Mér finnst þessi kafli alveg ljómandi fínn. En mér langar aðeins til þess að biðja ykkur að velta þið fyrir ykkur með mér hvernig við ræðum málin í borgarstjórn og hverjir það eru sem tala málin. Í umræðum núna aðalskipulagið hafa bara kallar hvatt sér hljós. Ég er eina konan sem kemur upp og tala og ég er bara að koma til þess að tala það að séu bara kallar að tala. Mér finnst það í alvörinu og við ræddum þetta aðeins í í kvöldmatarhlénu og það mætti svo sem alveg velta því fyrir sér að konur þurfi bara að vera duglegri að taka þessi mál að sér og ræða þessi mál, alveg eins og við hvöttum kallana til þess að koma hér upp og ræða kynjaða hagstjórn áðan sem að virkaði. En það samt eitthvað meira heldur það og eins og við ræddum fyrir í dag þá erum við alveg ótrúlega föst í hefðbundnum kynhlutverkum og þetta endurspeglast mjög í umræðunum í dag. Það til dæmis ótrúlega margt í þessum drögum aðalskipulagi sem að mætti kynja og eins og ég kom inn á í umræðunum kynjaða hagstjórn að þá væri mjög áhugavert að skoða til dæmis hvaða áhrif þetta aðalskipulag hefur á stöðu kynjanna í Reykjavík. Það væri mjög spennandi að skoða það hvernig samgönguhættir koma til með að breytast og hvaða áhrif það hefur á atvinnulíf, á fjölskyldulíf, á samverustundir og svo framvegis. En það er ekki það að konur að koma upp til þess að tala kvenlegu hliðina á aðalskipulagi, alls ekki, en þetta eitt af því sem að mætti skoða og kannski það eitthvað sem við ættum í alvörunni að skoða. Að taka bara þetta aðalskipulag sem verkefni ársins í ár og reyna að velta upp möguleikum eða reyna að finna út hvaða áhrif þetta aðalskipulag hefur á hagi og aðstæður kynjanna í borginni. En ég ætla ekki að, eins og ég sagði, ég ætla ekki að fara í ítarlegar umræður aðalskipulagið. Mér langaði bara til þess að velta þessu upp og ég held að það sé full ástæða til þess að við öll, hvert sig, borgarstjórn tiltölulega jafnt skipuð kynjum, að við ættum aðeins að skoða það hvað það sem við látum okkur varða og hvað ekki í borginni og hvað það sem við treystum hinu kyninu til þess að ræða. Það ekki gott, alveg sama hvað hvort sem það kynja hagstjórn, skólamál eða skipulagsmál, að það sé bara annað kynið sem að ræða það. Það eru mjög margir fletir og við höfum ólíka reynslu heima sem að þurfa að koma fram. En annars þakka ég fyrir góðar umræður hér í dag. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá karlmaðurinn Páll Hjaltason, borgarfulltrúi. Góður forseti, góður borgarfulltrúar. Já, ég var alveg að leyfa Sóleyju bara eiga þetta síðasta orð. Þetta aldrei gott hjá henni. Það alveg rétt að skipulagsmál hafa verið karllæg. Þó ekki alveg, frábærar skipulagskonur líka til, en meira karllæg. En ég held að það sé eins og mjög góður punktur, ekki bara hvernig þetta aðalskipulag getur haft áhrif á kynlega hluti, heldur líka á aðra mismunun í samfélaginu. Ég held að þetta aðalskipulag getur líka haft áhrif á það að þú getur áttu auðveldar með að njóta borgarinnar, ferðast borgina án þess að hafa eins mikil fjárráð eins og þú þarft gjarnan í dag. Kannski ekki eiga bíl, kannski það getur verið í minna húsi, getur notið borgargæðana meira. Það er margt sem aðalskipulag gerir og ég held að þetta sé í grunninn, þetta aðalskipulag sé aðalskipulag jöfnuðar. Þó að við höfum svo sem ekki rætt að þannig í aðalskipulagsþáttunum, þá það alveg klárlega mín sýn. En ég ætla ekki að hafa þetta langt heldur, frekar en borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir, en það búið að svara svona því helsta sem ég ætlaði að svara.
Það voru umræða frá borgarfulltrúa Júlíusi Víbli Ingvarssyni mislæg gatnamót og að þau væru vistvæn, sem að mér finnst nú bara að vera útúrsnúningur, eiginlega. En samt alveg sniðugt, af því að það má alveg fara viss rök fyrir því. Það hefur margir svo sem sagt margt það, en eitt sem ég langar til að segja er að ef þið takið mislægu gatnamótin á mótum Miklubrautar og Sæbrautar, hérna við Elliðaarbauginum, þá eru þau jafn stór og Kvosin. Þau eru jafn stór og Kvosin frá Lækjargötu til Aðalstrætis, frá Tjörninni út á Höfn. Tala að fara illa með landið. Og þetta, af því að það hefur enginn tekið þennan punkt, hvað við sóum landinu undir svona mannvirki. Það var talað það, ég minntist á það að við erum með malbyggasvæði í borgarlandinu sem samsvarar 165 fermetrum á mann af malbygguðu plani. Það er náttúrulega absúrt, mest af því eru gatnamannvirki. En þannig að ég ætla nú bara að segja þetta og svo líka vil ég bara árétta það sem að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson sagði ég hef sömu sýn á þessa Hólmsheiðar mál. Þetta á algjörum byrjunarreiti, þetta er fyrsta skrefið. Það eina sem að raunverulega mér finnst við vera að gera með þessu er að segja að þarna ætlum við aðeins að bíða, við ætlum að skoða betur, við ætlum að sjá hvernig þetta fer, við ætlum að fá meiri rannsóknir. Þetta er klárlega eitthvað sem er ekki mál Reykjavíkur út af fyrir sig, þetta er mál höfuðborgarsvæðisins, þetta er svæðaskipulagsmál og ég sé fyrir mér að þessu umræða muni halda áfram inn í endurskoðun svæðaskipulagsins á heild sinni. En til þess að við séum ekki að skemma þann möguleika, þá erum við að setja inn núna, við ætlum ekki að byggja á þessu svæði þangað til þessar rannsóknum lýkur. Og það er alveg rétt, þessar vísbendingar sem við fáum úr þessum skýrslum, þær eru ekki afgerandi, en þær eru heldur ekki afgerandi til þess að útiloka. Ég átti nú frekar von á því einhvern veginn þegar ég byrjaði að fá þessar skýrslur að þetta myndum við fá eitthvað að segja bara nei, þarna það var vatnsvernd, þarna er ómikil vindur. En það er ekki svoleiðis að koma upp núna, þannig að mér finnst mjög eðlilegt í þessu skrefi þegar við erum að samþykkja þetta aðalskipulag að við tökum þetta svæði frá og skoðum hennar möguleika vel. Og er sammála borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni að mér finnst það vera ábyrgt að halda þessum möguleika opnum allavega þangað til full reyndur. Já, annars þakka ég bara fyrir bráðskemmtilegar umræður aðalskipulagið og kalla eftir fleiri konum núna í þessu umræðu hérna frá. Það hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vídli Ingvarsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, þessi gatnamót sem að borgarfulltrúar vitna til á mótum Miklubrautar og Breiðholtsbrautar eða Sæbrautar eru auðvitað gríðarlega stóru. Auðvitað barnsins tíma eins og gengur og dreifa þarna aðeins mikið úr sem þau taka á móti 170.000 bílum á hverjum sólarhring. Þannig að þetta eru stærstu gatnamót Reykjavíkur og væri náttúrulega erfitt að ímynda sér hvernig hægt væri að koma þessari umferð áfram án þess að þarna væri mislæg gatnamót. Þetta væri gatnamót í plani eins og stendur að í núverandi aðalskipulagi. En engu að síður tekið undir það að þau eru of stór og enginn myndi hanna mislæg gatnamót með þessum hætti nú í dag. Það að draga fram mislæg gatnamót og hvað áhrif þau hafa og hvers konar útreikninga maður getur svona svolítið undan sér og skemmt sér við það að búa til út úr því, er svona meira til þess að benda á að það eru fleiri hliðar á þessu máli. Það eru aðra hliðar og aðra þarfir heldur en bara þær sem að hafa verið hvað mest í umræðinni og ég bara fyrst og fremst að beina augum borgarfulltrúa og þeirra annarra sem á okkur hlýða á það er hægt að líta þetta með öðrum hætti og það þarf að sinna öðrum þarfum en bara þeim, að auka vistvænar samgöngur með því einu að menn hjóli, gangi eða noti almenningssamgöngur og mér finnst á þeim sem hér töluðu hvað síðustu tveir ræðumenn sem töluðu hálfu meirihlutans að einmitt þetta væri nú ofan á að það væri ekkert verið að útiloka eitt eða neitt og þær þarfir sem að borgarbúar hafa varðandi samgöngur
á bílum er nokkuð sem getur náttúrulega ekki hort fram hjá og verða að sinna eins og öðru. Já, kannski, svona til að svara borgarfulltrúanum Degi B. Eggertssyni, var ég örlítið dramatískur þegar að koma flugvellinum á Hólmsheiði og fyrir því voru þetta ákveðnar ástæður. Það eru þarna hlutir sem verðum að skoða vel. En að öðru leyti get ég tekið undir það að það er auðvitað að halda þessum möguleika opnum og ég vil þó taka sérstaklega undir það sem að borgarfulltrúinn Páll Hjaltason sagði að þær kannanir sem gerðar hafa verið útiloka ekki. Og það er akkúrat það sem ég sagði í ræðu minni áðan og það er það sem ætti þá að standa í drögum að skipulagi. Ekki að þetta væri fýsilegt, heldur fyrst og fremst þetta útilokar ekki, því það er satt. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að veita andsvar. Og þá óskar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Nei, að taka til máls. Afsakið, þá óskar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir því að taka til máls. Já, forseti góða borgarfulltrúar, mér finnst þessi umræða í dag og í kvöld að mörguleyti bara hafi verið mjög góð og opnað augu mín fyrir og eyru fyrir mörgu því sem er að gerast í þessu aðalskipulagsvinnu. Ég var þó að taka undir með borgarfulltrúa Júlíus Vífli Ingvarssyni þetta með mislægu gatnamótin að ég veit ekki alveg þegar maður hlustar á formann umhverfis- og skipulagsráðs og tala gegn þeim og nefna þetta með gatnamótin á Sæbrautinni og Miklubrautinni Vestlandsvegi. Það verður að hafa það í huga, þetta eru fjölförnustu gatnamót landsins og ég viðurkenni það alveg að það eru ýmsir ókosti við mislæg gatnamót en ég held að við getum ekki efnt hér til umræðu, skipulagsumræðu, aftur og aftur í borgarstjórn mislæg gatnamót án þess að menn átti sig líka því hér í borgarstjórn að það eru kostir við þau. Kostirnir eru auðvitað fyrir utan það að þau greiða fyrir umferð, þá draga þau úr mengun og þau stuðla að auknu umferðaröryggi. Stundum er sagt að stjórnmálamenn eigi erfitt með að sjá það sem er ekki sýnilegt berum augum, en eitt af þeim hlutum er sá að mislægu gatnamótin í Reykjavík, sem eru, ég veit ekki, þetta er ekki 10-15 talsins, það hefur bara óyggjandi verið sýnt fram á það að þau hafa sparað okkur mikinn kostnað og mikla þjáningar sem ella hefur hlotist af umferðarslysum. Það er alveg sannamál að í flestum tilvikum þar sem mislæg gatnamót hafa verið byggð, þar hafa því fækkað slysum á umræddum stöðum. Ég nefni bara sem dæmi, það er sennilega kannski best heppnaða verkefni, það var mislæg gatnamót á Miklubraut, Skeiðavogi og Réttarholtsvegi. Þar held ég að fækkun á alvarlegum slysum, þetta voru mikið slys á gatnamót áður, ég held að fækkun á alvarlegum slysum nemi í kringum 90%, ég held að verið spáð að það er 70% fækkun, en það var 90%. Þetta er eitt besta dæmi, þarna var þetta reiknað út. Ég held að það hefur verið reiknað svona lauslega með mörgunum gatnamót, mislæg gatnamót og ég held að það verði ekki, eins og ég segi, ég viðurkenni alveg, það eru ókostir, en ég hvet menn sem vilja vera ábyrgir í skipulagsmálum til þess að hafa líka í huga kostina. Að ef við hefðum bara alveg frá upphafi, frá 1960, verið þeirra skoðunar að engin mislæg gatnamót skyldi rísa í Reykjavík en við hefðum fengið sömu umferð yfir okkur, þá er ekki hægt að mótmæla því að það hefði verið töluvert meira slysina. Og bið menn bara að hafa þetta í huga, vinsamlegast. Nú síðan bara varðandi, það var athyglisvert að heyra þetta varðandi væntanlegan eða hugsanlegan flugvöll á Hólmsheiði. Mér finnst það bara svona íhugunarefni fyrir okkur borgarfulltrúa að hér virðist unnið með hörðum höndum að þessu máli. Einhvern veginn bakvið, ég áttaði mig ekki á, þessi umræðin í dag opnaði svolítið augum, ég áttaði mig ekki á því að það veri unnið að málinu með þessum hætti að nýju flugvallastæði á Hólmsheiði og ég myndi bara telja það mjög brýnt að með þær upplýsingar sem hafa komið fram í dag að við borgarfulltrúar fengjum þessar upplýsingar sem við verðum að vinna með sem fyrst í hendur. Þetta eru auðvitað bara upplýsingar sem verða opinberar á hverju tímapunkti. Ég held að það sé engin ástæða til þess að hafa það eitthvað lengur undir borðinu. Ég held að bara eins og menn minntust á minnisblað frá mannviti og gögn sem varða veðurfar og annað, skýrsla sem ég held að átti að vera tilbúin í janúar. Ég held að það sé bara guðstöka verk og óskiptir hér og nú að
að öll þessi gögn verði send borgarfulltrúum til kynningar. Þetta er eitt stærsta málið í skipulagsmálum í Reykjavík og ég held að við borgarfulltrúar séum allir að vinna að fara yfir gögn sem tengist aðalskipulagi. Þetta er þetta stórt mál og ég held að bara það verið gott að fá öll þessi gögn í hendur sem fyrst. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Góða forseti, borgarfulltrúar. Ég vildi bara koma því fram að ég er ekkert á móti mislægum gatnamótum sem þau hafa við og ég er ekkert að Reykjavík er náttúrulega bara frábær eins og hún er. Hún er eins og hún er og við dílum við það og við förum þaðan. Við erum ekkert að ræða eitthvað, ég hef engan áhuga á því að nennu að ræða eitthvað gamla hluti. Ég held að við séum búin að sinna bílnum mjög vel. Við erum með fullt af mislægum gatnamótum og það virkar mjög vel og ágætlega og þannig og við höfum það spil núna og nú þurfum við að jafna völlin finnst mér og við þurfum að sinna öðrum samgöngum næst núna. Bíllinn er í góðu málum og hann verður alltaf í góðum málum og Reykjavík verður bílaborg meðan við lifum þó við náum að færa prósentubílindið til og létta pílindið á. Og það þarf ekki létta mikið á til að gera þessa erfiðu augnablik léttari. En ég vil líka aðeins, mér finnst ekki heldur gott einhvern veginn að það sé stemningin að það sé einhver leyndarhyggja yfir umræðan flugvöll á Hólmsheiði. Þetta var tekið upp í stýrihóp aðalskipulags nokkur sinnum og rætt og þar eru allir flokkar með sína fulltrúa og það var engin leyndarhyggja þar og það var allt fyrir opnum tjöldum eins og gerist í skipulagsmálum. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið við það að veita andsvar og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingason óskað eftir því að taka til máls. Forseti ágætu borgarfulltrúar, nei, ég efast ekki það að borgarfulltrúinn sem hér talaði hefur ekki áhuga á því að vera með einhverja leyndarhyggju, bara dettur ekki til hugar. En samt það svo, og þá bið ég hann að leiðrétta mig, samt það svo að þau gögn sem að ég hef sem að eru veðurmælingar Veðurstofu Íslands og þær voru gerðar að beiðni umhverfisráðs trúlega og umhverfissviðs Reykjavíkurborgar. Bara borgarfulltrúan að fara yfir það hér og sömuleiðis þá mat verkfræðistofuna Mannvits á þessum mælingum og reyndar svo minnisblöð sem eru innanhúsplögg hugsanlega. Ég hef mér hafa verið afhent þessi gögn en ekki eftir svona formlegum leiðum. Þess vegna hef ég verið að forðast það að vitna í þau hér í mínum ræðum í dag, bara til þess að ég er ekki viss hvort þetta eru trúnaðarmál eða ekki. Og það er náttúrulega ekki gott og ef þetta eru gögn sem ekki hafa verið lögð fram með formlegum hætti í ráðum borgarinnar, hvort heldur í umhverfis- og skipulagsráði eða í borgarráði, þá er ástæða til að bara gera það og þá bara mun ég, ef að það hefur ekki verið gert, þá mun ég bara óska eftir því á morgun á fundi umhverfis- og skipulagsráðs að það verði lögð fram og þá að menn geti bara fjallað. Enda sé ég af þeim gögnum sem ég hef ekkert sem er leyndarmál, bara ekki neitt og það er verið að vitna í þessu gögn í þessum draugum að aðalskipulagi sem er eðlilegt bara og mín eina gagnrýni var það að mér fannst sá texti sem valinn hafi verið inn í þessu draug gefa svona tilefni heldur meiri bjartsýni heldur en raunverulega þessar skýrslur gáfu tilefni til og ég bara bend á það en öðru leyti að gera bara sína þessi gögn og fyrir þá sem að hugsanlega er í miklum vafa það að Hólmsheiðin geti dugað sem flugvöllur til framtíðar og þá geta þessi gögn að minnsta kosti opnað augu þeirra fyrir því að þetta gæti hugsanlega verið möguleiki eða eins og borgarfulltrúinn Páll Hjaltason sagði hér áðan að það er ekki útilokað og það er kannski bara það sem að er satt og rétt og þá ber að orða bara með þeim hætti. En ég kem bara hér upp að því að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hann sem sagt hefur ekki fengið þessu gögn og hann nefnir það sérstaklega hér og þá vil ég bara fá það á hreint og óska eftir því að það verði bara skýrt hér á þessum fundi borgarstjórnar. Þá
hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil taka undir með formanni umhverfis- og skipulagsráðs. Þessi gögn hafa verið í vinnslu og þau lúta að vatni, hljóðvist, veðri og svo framvegis, og ég sagði það hér í ræðu minni áðan, það hefur kannski farið fram hjá borgarfulltrúanum að ég teldi bara eðlilegt að leggja þau fram leið þau væri tilbúin. Það hefur verið að fara yfir þau og það var ekki hugsunin að skammta þau inn veður eina vikuna og vatn hina og svo framvegis, en ef það koma fram einhverja óskir það, þá það svo sem líka alveg hægt. Við myndum þá, við getum bara rætt það í borgarráði á fimmtudaginn. Þetta hefur verið unnið, eða tengiliðurinn í verkefni hefur verið skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar. Þannig að það verður þá væntanlega eðlilegur vettvangur og ef ekki bara farið við það hvernig fólk vil standa á því. Annars heyri ég nú að flestir eru nú með þessi gögn. Þannig að ég veit ekki alveg hvað þetta snýst, satt best að segja. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að veita andsvar. Þá svarar ansvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Borgarstjórn, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held nefnilega að það sé misskilningur hjá borgarfulltrúanum að aðrir hafi þessi gögn. Þeim hefur ekki verið dreift og hér hefur farið fram umræða drög að aðalskipulagi án þess að fólk hefur haft þau gögn sem er vísað til í texta dragana og það gengur auðvitað tæplega. Sú skýrsla sem að ég hef verið frá Veðurstofu Íslands, hún er undirrituð og frágengin og hún er afhent Reykjavíkurborg, engin ástæða til þess annars en að dreifa henni. Og sömuleiðis er hér minnisblað frá Mannviti sem er dagsett 16. janúar og auðvitað að mínu viti heldur ekkert leyndarmál og getur ekki verið það. Af þessum ástæðum sem að svona í umræðinni áttaði mig ekki beint á þessu fyrir en að þetta kemur fram hér, að þá mun ég, og bara ítreka það sem ég sagði áðan, þá mun ég bara óska eftir því í allri vinsemd að þetta verði lagt fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs á morgun og það getur þá verið lagt fram í borgarráði daginn eftir ef svo ber undir. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við að svara andsvari. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Já, borgarfulltrúi góðir, forseti góða borgarfulltrúar. Ég vil taka undir með Júlíusi Vífli Ingvarssyni borgarfulltrúa og ég held bara að sé bara að gera við fáum þessi gögn sem fyrst. Og sko eins og ég segi, ég hef ekki fengið þessi gögn og ég veit ekki til þess að það er lögð nokkur stað fram í borgarkerfinu. Hins vegar heyrði ég á því að þessi gögn hefði verið lögð fram að minnstakosti kynnt á fundi bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ, einhver af þessum gögnum, og það hefði verið fyrir einhverjum vikum. Þannig að mér finnst nú ekki mikið mál og það er sem sagt fulltrúi Reykjavíkurborgar hefði gert það og formaður borgarráðs hefði komið þar á fund og mér finnst einhvern veginn, ég held að þetta sé ekkert mál, en mér finnst að fyrst að þessi gögn voru kynnt fyrir sveitarstjórnarmönnum í Mosfellsbæ fyrir nokkrum vikum, sko, þá hefði átt að vera búið að leggja þau fram eitthvað staðar á vettvangi Reykjavíkurborgar líka. Og ég verð að segja að mér fannst það skrítið að fá fyrirspurnum þessi mál frá bæjarfulltrúum í Mosfellsbæ án þess að ég hefði fengið þau og sem sagt að maður geti fengið úr skjalasafninu þar sem þau hefði ekki verið lögð fram inn í ráði. Þannig að er ekki bara hægt að bæta úr því og nú erum við að ræða þetta mál á fundi hér og er ekki bara hægt að senda okkur borgarfulltrúum þessi gögn eftir fundin að minnsta kosti þeim sem áhuga hafa og ég hef það áhuga á því að fá þessi bara gögn í hendur sem fyrst, helst í kvöld eða á morgun. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvari að komast á mælendaskrá. Já, gjörðu svo vel, þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason óskað eftir því að komast á mælendaskrá. Góður forseti, góður borgarfulltrúar. Ég sé ekki til fyrirstöðu að þessi gögn verði gerð opinber. Ég veit ekki alveg hver staðan er. Það var að taka þessu gögn saman eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Dags B. Eggertssonar og
og þetta eru gögn sem eru í vinnslu og ég sé ekkert að því. Við erum ekki að taka neina ákvörðun, við erum eingöngu að taka land frá vegna mögulegra framtíðarhugmynda. Þessi ákvörðun verður ekki tekin á vettvangi Reykjavíkurborgar eingöngu. Þessi ákvörðun verður tekin á vettvangi höfuðborgarsvæðisins, á vettvangi SSH. Þetta klárlega svæðisskipulagsmál. Við erum ekki að gera neinar breytingar eða aðlaganir á aðalskipulag Reykjavíkur að öðru leyti, hvað var það gatnakerfi, landfleka, uppbyggingasvæði. Við erum bara að setja punktalínu og segja hérna skulum við skoða betur. Við erum að fá gögn sem virðast halda þessu möguleika opnum, þannig að ég endur til hvað sem ég sagði áðan, ég lít eingöngu þannig á að við erum að halda þessu möguleika opnum og þurfum bara að meta þetta rosalega vandlega og þó að allt líti vel út með vatn og þó að allt líti vel út með hljóðvist og allir íbúar ánægðir, það er fullt eftir samt til þess að svona ákvörðun verði. Þetta er ákvörðun alls höfuðborgarsvæðisins. En þarna eigum við möguleika sem virðist við fyrstu sýn ekki vera útilokaður og jafnvel ganga. Þannig að mér finnst að það væri mjög óábyrgt að benda ekki á það í aðalskipulagsvinnunni núna að þarna sé möguleiki og eins og ég sagði áðan þá höfum við rætt þetta í aðalskipulagshópnum ítarlega sem útspil af því að við erum áfram að gera ráð fyrir því að flugvöllurinn víki úr Vatnsmýrinni samkvæmt gildandi aðalskipulagi. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið.